1, 2, 3, testing, sound, 1, 2, 3, testing, testing. Góðan daginn öll sömul, mér langar til þess að bjóða ykkur velkomin og samkomin hérna í dag og við ætlum að byrja með því að halda bæn svo við skulum lúta höfði. Kæri himnesku Faðir, við þökkum þig fyrir það að við megum koma fram fyrir þig. Takk fyrir þínu nærveru og við lofum þig að teiknum og biðjum því að við megum vera gefin þér og við þökkum þig fyrir allt í Jesú nafni. Amen. Við ætlum að byrja að syngja sálm, hérna númer 6, Ég vil ljóða, og hún kemur hérna upp á töflunni til okkur. Númer 6.
Við ætlum að halda áfram með að syngja. Við ætlum að syngja sálm númer 11 sem heitir Lofgjörðarljóð. Við skulum taka vel undir, en við kannski að standa upp. Og meðan við erum að lesa úr Jeremía 31. kapla og 31. til 34. versi. Þar segir svo: Sjá, þeir dagar munu koma, segir Drottinn, að ég mun gera nýjan sáttmála við Ísraels hús og Júda hús. Ekki eins og þann sáttmála ég gjörði við feður þeirra, þá ég tók í hönd þeirra til þess að leiða þá út á Egyptalandi. Sáttmálum sem þeir hafðu rófið, þótt ég væri herra þeirra, segir Drottinn. En í þessu skal sáttmálum fólkin vera, sá sem ég gjöri við Ísraels hús eftir þetta, segir Drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og riti það í hjörtu þeirra, og ég skal vera þeirra Guð og þeir skulu vera mín þjóð. Við skulum krjúpa til bænar. Kæri himnesku Faðir, við lofum þig að teiknum og þökkum þig fyrir við getum komið fram fyrir þig aftur og ný. Takk fyrir það að þennan dag ertu búin að taka frá til þess að við getum helgast þér. Ég bið himnesku Faðir að þú vilja hjálpa okkur til þess að vera rétt inn í hjörtum okkar, að það sem þú ert búin að rita það sáttmál, að þá megi vera okkar til góðs. Við biðjum himneska Faðir hvort að þú vil hjálpa okkur til þess að halda áfram með þínum áformu í lífi okkar og við biðjum með þína blessun í Jesú nafni. Amen. Þá biðjum ég ykkur öll að halda áfram að biðja áfram í 1 mínútu fyrir það að þakka Guði, fyrir það að iðrast, fyrir það að koma beiðni til Guðs. Við skulum fara með faðirvorið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorum skuldum, svo sem við oss fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Það er í dag lokun á 10 daga bæn sem hefur verið í kirkjunum alheiminn og mikið af bænasvörum hefur verið gefið, mikið af tilbeiðslu hefur farið fram og við skulum bara endilega halda því áfram að vera í tilbeiðslu til Guðs og hvernig meinast degi. En núna ætla við að syngja áfram úr sálmabókinni sem er 386, númer 386 sem er Lifðu Jesú.
Við skulum svo taka upp gjafir og við fáum til liðs við okkar hérna Freyju og Alexandra. Takk fyrir það. Við skulum lúta höfði í bæn. Kæri himneska Faðir, við þökkum fyrir þessi gjafir sem hefur komið inn. Við biðjum blessun fyrir gjafarann og blessun fyrir það sem þurfum að fara út til aðra. Við biðjum þína varðveislu og þökkum þig fyrir allt í Jesú nafni. Amen. Þá er komið að því að syngja lag sem varða börnin og meðan við erum að syngja þá með krakkana bara að koma hérna upp fyrir framann og setjast í sætin. En við ætlum að syngja 179, Jesús, hann oss elskar öll, 179, sálmabókinni. Jesús,
nú er komin að barnasögunni og meðan það er að deila hver á að hafa hana, þá ætla ég bara að bjóða þann sem eru vilja til þess að komast fram fyrst. Gjörðu svo vel. Já, það er talmætt. Já, nei, heyrðu mig? Nei, ok, núna? Nei, Gustavo bað mig en ég vissi ekki að væri einhvern annan en þú getur kannski gert næstu viku. En hæ, krakkar, ég er bara ekki búin að sjá ykkur. Ég er búin að vera heima með hundin minn sem ég fékk með nýjan hund. Hann heitir Milo og Helgi er heima að passa hundin því hann er bara svo lítill. En ég ætla að tala í dag fugla. Ég var að reyna að finna leksja sem var hunda en ég fann enga góða sögu. Kannski næst. En ég fann þessa sögu fugla og mér fannst hún ótrúlega falleg út af því þetta er bara hvað Guð gerir fyrir okkur og skulum byrja með því að biðja. Kæri heimski Faðir, við þökkum þér fyrir veðrið, það er búin að vera ótrúlega gott veður og við þökkum þér fyrir að við getum farið í skóla eða vinnu, að við getum verið heima í kósiheit og við getum séð norðurljósin og við getum farið út að leika og allt. Takk fyrir sérstaklega að við getum komið í kirkjuna að laugardögum og tilbiðja þig og hafa gaman við hvort annað. Við byrjum biðja þig að kenna okkur eitthvað nýtt í dag svo við getum alltaf muna og hafa í hjarta okkar. Í Jesú nafni, amen. Hvað segir þið gott? Mjög gott. Ertu búin að sjá norðurljósin í vikunni? Nei, kannski kemur svolítið seint þegar þú svarin að sofa, en þeir eru búin að vera mjög falleg. En í dag ætlum að læra hvernig Guð sér fuglana og hvernig hann sér okkur líka, eins og ég er búin að segja. Hérna er mynda á einhverju litlum fuglum sem vinur minn Chadi hjálpaði mér að finna. En þeir eru svo lítil og hvernig eiga þeir að sjá sjálfa sig? Þeir þurfa engum megin að sjá sjálfa sig. Og hvernig gera þeir það? Með því að borða. Og hver gefur fuglana að borða? Við, Guð. Já, vel gert. Og heimurinn væri alls ekki jafnfalleg og við værum ekki með ávexti út allt og blóm út allt og bara tré út allt ef það væri ekki út af fuglunum. Og fuglarnir syngja fyrir okkur og þeir gera heiminn bara miklu skemmtilegra til að horfa á. Svo fórum í næsta mynd, því ég er ekki með fjastringu. Og þeir eru með alls konar litir. Þeir eru með alls konar stærðum og gerðum og gera alls konar hljóðum. Og það er kannski eins og við. Við erum alls konar og við erum alls konar stærðir og gerðum. En Guð samt sér okkur öll og það er það skemmtilegasta af þessu. Og Guð segir og Guð kennir fuglunum að búa til hreiður, því annars hvar myndi þeir búa? En þeir bara fæðast með þennan hæfileika að gera ótrúlega falleg hreiður sem þeir passa börnin sín. Og Guð segir í Mattheusar Guðspjall að Guð sér fuglana og þú ert honum mjög dýrmætur. Og það fannst mér ótrúlega gott að heyra þessa viku. Að hann sér okkur og við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur eins og við sjáum hérna. Þeir eru ótrúlega pingulítil og þeir þurfa á mömmu sinni að halda og Guð. Svona erum við stundum. Við þurfum á Guð að halda en hann sér okkur og hann hjálpar okkur alltaf. Hvað segir þið það? Hvernig hefur Guð hjálpað ykkur í vikunni? Er eitthvað sem gerðist? Ekkert sérstakt. Kannski þú fékkst mat? Já. Já, vonandi. Við fengum allir mat og við vorum heima og við fengum að leika. Já. Og við sjáum næsta glæru. Og já, þetta er síðasta glæran. En mér langaði bara að segja ykkur að alltaf þegar ykkur líður eins og þið eru bara lítil og viti ekki hvað þið að gera, því ég alltaf hugsa fuglana. Guð sér fuglana sem þeir eiga kannski ekki lengur mömmu og pappa, en hann sér líka okkur og við eigum mömmu og pappa
heima og svona, svo við getum alltaf beðið til Guðs að hjálpa okkur þegar við þurfum á honum að halda. Og alltaf þegar þið sjáum fugl, þið þurfum að hugsa, vá, Guð að passa hann og hann að passa mig. Eigum að biðja saman. Hvað segir það? Kæri Guð, við viljum þakka þér fyrir fuglana, við viljum þakka þér fyrir öllum dýrum sem hjálpa heiminum að vera miklu fallegri og við viljum þakka þig fyrir að þú sér okkur og þú hefur sagt að við erum ennþá dýrmætira og þú ert alltaf að fara að gefa okkur góða gjafir. Við viljum biðja þig að hjálpa okkur að muna það og hafa það í hjarta okkar alltaf í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir mig. Núna getum við fara að sitja hjá mamma og pappa aftur. Þá ætlum við að bjóða hérna fram Gustavo Ferrelli til þess að koma að hafa predikun fyrir okkur. Gjörðu svo vel. Happy Sabbath, everyone. Oh my God, come on. Happy Sabbath. Gledelig computerdag. Feliz sábado. Oh, that's nice. Yes, I'm back. Ég komin aftur. And I don't know how was your week. Ég veit ekki hvernig vikan eitthvað var. But the past week for me was had a bittersweet feeling. Hún var bitur og líka góð vikan mín. Mainly and especially because my wife left Brazil last Thursday. Sérstaklega vegna þess að kona mín fór aftur til Brasilíu síðastliðinn 50. Yeah, after 2 delightful months with me, Eftir að hafa verið hérna með mér 2 dásamlega mánuði, she returned to Brazil to conclude her studies in Brazil. hún fór tilbaka til þess að ljúka við námið sitt í Brasilíu. But probably she's watching right now on YouTube, so hello. En hún örugglega að horfa á núna, sæl, As well with my parents, she's at my parents' place today. ásamt foreldrum mínum. Hún heima hjá foreldrum mínum núna. Yes, I'm really, despite of she left this week, Þó svo hún hafi farið þessa vikuna, I'm really happy to be with you guys this morning. þá ég mjög ánægður samt að vera hér með ykkur í dag. And before I start, I want to make a prayer. Og við skulum hefja þetta með bæn. Dear Heavenly Father, Kæri himneski faðir, we are so happy to be here this morning in your church. við erum svo glöð að vera hérna í kirkjunni þinn í dag. And we want to officially invite your Holy Spirit to be with us. Og við viljum bjóða þínum heilaga anda að vera hér mitt á meðal okkar. Please guide me, Vilt þú leiða mig, guide our hearts and our ears leiða hjört okkar og það sem við erum að heyra, to understand everything that we're going to study this morning. svo við getum skilið allt sem að fer hér fram. Forgive our sins. Vilt þú fyrirgefa okkur syndir In Jesus' okkar? name we pray, amen. Í Jesú nafni, amen. So, before that, I'm really happy to see some familiar faces here again. So Gaman að it's sjá. really nice to see you guys. Gaman að sjá kunnuleg andlit hér. And for everyone who is watching on YouTube, on live or whatever, you are welcome as well. Og öll þið sem eru líka að horfa núna í beinni á netinu, þið eru líka velkomin. So there are several ways to study and analyze the Bible. Það eru nokkra leiðir sem við getum notað til þess að rannsaka ritningarnar. You can study by themes, by books. Það er hægt að rannsaka eftir efni eða bækur. You can study by an academic approach. Maður getur notað fræðilegu leiðina. You can study only focusing on some curiosities.
eða maður getur verið að rannsaka bara því maður er svo forvitin. You can study the Bible to debate someone. Það er líka hægt að rannsaka Biblíuna til að fara í rökræður við eitthvað. But in my area of study, in my master's degree, En þegar ég, are you in, já, núna þegar ég er í mastersnáminu mínu, it's in missiological field, missiological studies, þá er það, what is that? like mission. Já, hvað sagði þú? Já, trúboðsfræði, já. Yeah, and I'm trying to, in my studies, I try to answer questions like, Og ég er að reyna að svara spurningum eins og, how to engage with people in a cross-cultural environment. hvernig á maður að koma á móts við fólk sem er frá ólíkum menningarheimum? How to understand and comprehend them. Hvernig á maður að skilja þau? How to communicate with them in the best possible way. Hvernig á maður að eiga samskiptum við þetta fólk á sem bestan máta? How to talk about Jesus and live like Jesus in the missionary field. Hvernig á maður að tala Jesú og lifa eins og Jesú á trúboðsakrinum? And most importantly, Og það mikilvægasta, how does the Bible teach us how to do this? hvernig kennir Biblían okkur hvernig við eigum að gera þetta? Because I don't know if you know this, Og ég veit ekki hvort þið vitið það, to study the Bible itself is already a cross-cultural mission. það að rannsaka Biblíuna, það er í rauninni svona trúboð milli þjóðirna. Every time that you and me read the Bible, Þegar við lesum Biblíuna, we are doing cross-cultural mission. And why? þá erum við einmitt í trúboði milli þjóðirnis. Because when we study the Bible, we immerse ourselves, Því þegar við rannsökum Biblíuna, þá förum við á kaf, not only in time, but also in space. ekki bara í tíma heldur rúmi. So this approach of seeing or study the Bible as a cross-cultural mission Þannig að þessi leið að rannsaka Biblíuna á eins og maður sé rannsaka mikið af alls konar menningarheimum, help us to study the Bible as we're doing like a time travel. hjálpa maður að rannsaka Biblíuna, manni að sjá Biblíuna eins og maður sé af tímaflakki. Every time that we open the Bible's pages, Hver skipti sem við opnum Biblíuna, we're diving into a really old document. þá erum við að opna mjög gamalt skjal That's portraying ancient societies and cultures sem sýnir gömul samfélög og menningarheima with customs that for us today sounds absurd. með alls konar venjum sem okkur finnst fáránlegar. And there's like this theme, this meta-narrative Og svo einhvers konar þema, það sem frásögn, that help us not only to do that, to understand the meta-narrative, þá hjálpar okkur að skilja þessa frásögn sem svona í gegnumgangandi, but help us to understand God's mission and our role at the same time. og hjálpar okkur að skilja hvert hlutverk Guðs og hvert okkar hlutverk And this theme binds from Genesis to Revelation. Og þemað fer alveg í gegnum fyrstu Mósebók yfir til Åpenbarunarbókarinnar. It's the theme of the greatest cross-cultural mission ever done. Og þetta stærsta svona þema sem fer í gegnum, þetta þema sem fer í mestu svona yfirgrips menningarheima. Ég veit ekki eins og hvernig útskýrta. But we get to that in a bit. En koma þessu aftur og eftir. So the last few months, I got really attracted in a subject. Þannig að undanfarna mánuði hef ég verið mjög upptekinn við þetta efni. Mainly because all of these conversations that I'm sure that all of us are hearing now Út af öllum þessum umræðum sem við allir erum að heyra núna, about USA and Greenland and NATO. Bandaríkin, Grænland og NATO. So I dig a little bit about this kind of information. Fór aðeins að rannsaka þetta mál nánar. And I found out that today, nowadays, Og ég uppgötvaði að núna there are at least 10 to 15 military alliances
in the world like NATO. að þá eru 10-15 svona bandalög í heiminum svipað eins og NATO. And I was a little bit curious about the role of Iceland in the middle of it. Og ég var aldrei forvitin að sjá hvar Ísland tengdist þessu. And I found out, like, for me, it's really interesting, this kind of information. Og ég uppgötvaði aldrei sem mér fannst mjög áhugavert. So the first thing that I discovered about Iceland and NATO Það fyrsta sem ég uppgötvaði varðandi Ísland og NATO is that Iceland is one of the founding members of NATO. Ísland var eitt af þeim sem stofnuðu NATO It was founded in 1949. og það var stofnað 1949. But another curious thing, Annað mjög áhugavert, Iceland is the only country of the entire NATO that doesn't have an army. og Ísland eina landið af þeim sem tilheyra NATO sem ekki með her. And I was like, Já, mér fannst þetta skrítið. It has like, And I was like, Já, áhugavert. Why? Af hverju? And I found out that Og ég uppgötvaði að the geography of Iceland, it's really important. staðsetning Íslands á landabréfakortinu væri mjög áhugavert, mjög gott. So his geography by security, Og staðsetningin vegna öryggis. alliances and total cooperation with NATO. Og þá gerir það verkum að þeir geta samstarfað með NATO. So Iceland abdicates her own military force Þannig að Ísland það einhvern veginn talar fyrir sínu eigin hernaðarmætti and in return og í staðinn anchors itself in the most powerful collective defense system in the world. og verður hluti þá að einu sterkasta varnarsambandi í heiminum. It's like Iceland is a huge geographical aircraft in the North Atlantic. Það eins og Ísland sé eitt risastórt ein risastór flugvél bara út í miðju Atlantshafinu. So why I'm talking about this subject? Af hverju ég að tala þetta? Because the Bible, it's full of political, military, and religious alliances. Af því að Biblían full af svona bæði trúarlegum og hernaðlegum sáttmálum. They're all called covenants. Já, þetta kallað sáttmálar. And the subject of our study from now on during this year Og rannsóknin hérna frá og út árið are the covenants that God made with his people throughout the history of the Bible. þá sáttmála sem að Guð hefur gert við sitt fólk í gegnum Biblíuna. And that's why I call this series the next, like I'm going to be preaching all year long about this subject. Og þess vegna langum að tala þetta efni út allt árið. It's called the Lord of the Rings, Og þá ætlum ég að kalla þetta Lord of the Rings, tracing God's covenants through Scripture. Hringadrottins saga, það að segja rekja sáttmála Guðs í gegnum alla Biblíuna. So this is our first episode. Nú þetta fyrsti þáttur. And the first episode is called What is a Covenant and Why is Important to Know That. Og fyrsti þáttur hvað sáttmáli og af hverju það mikilvægt að gera sáttmála. First thing, Í fyrsta lagi, in the Bible we see explicit references of covenant with Noah, við sjáum að í Biblíunni þá myndað sáttmáli við Nóa, with Abraham, with Israel, and with David. við Abraham, Ísrael og Davíð. We have the base text of today of Jeremiah talking about the new covenant. Og svo textin í dag sem var lesin og Jeremías sem talar sáttmála. We see Jesus at the Last Supper speaking in covenant language. Og Jesús við síðustu kvöldmáltíðina þá hann að nota tungumál sáttmálans. And in Revelation 11, Og í 11. kafla Ofanverðarbókarinnar, we see the ark of God's covenant appearing in the heavenly vision. og þar sjáum við sáttmálsörkina hans Guðs á himnum í sín. So we see the subject of covenant in the entire
Bible. Og þannig að við sjáum þetta efni sáttmálans í gegnum alla Biblíuna. But not just in the Bible. En ekki bara í Biblíunni, In our culture today, í menningunni okkar. NATO is a kind of covenant. NATO er í rauninni ein tegunda sáttmála The baptism that we do here, it's a sign of a covenant. og skírnin sem að fer fram hérna í þessari laug, það er eitt merki sáttmála. The Lord's Supper is a covenant meal. Og þegar að við erum með kvöldmáltíð, þá er það líka sáttmáli. Marriage is a covenant. Og þegar við giftumst og kvænumst, þá er það líka sáttmáli. A ring is a wedding covenant sign. Hringur er merki sáttmála giftingarinnar. And I don't know about you guys, but I love board games. Ég veit ekki með ykkur, en ég finnst borðspil alveg ofsalega skemmtilega. And there's a board game that I love that is called Risk. I don't know if you guys have Ég heard veit ekki about hvort it. þið hafið spilað borðspilið Risk. Has anyone ever heard about Risk? Hafið þið spilað það? In Brazil, we call war Við kallum þetta stríð í Brasilíu. for obvious reasons. Þetta spil, vegna þess að það eru augljósar ástæður fyrir því. So we play with the top of 6 players in this board game. Við erum að spila 6 saman And the goal is to complete your objectives, like conquer some areas, countries, or entire continents. og við erum að reyna að ná yfirráðum á svæði, löndum og jafnvel heilli álfu. Just for you know, I have in my parents' place in Brazil 4 different kinds of Risk. Ég er með 4 tegundir af þessu spili, Risk, heima hjá foreldrum mínum, Because I like it so much. af því mér finnst þetta svo skemmtilegt spil. And during the game, you are trying to achieve your goals, your objectives. Og meðan maður er að spila, þá er maður að reyna að ná markmiðum sínum. And you can or cannot do alliances with other players. Og maður getur gert vissan sáttmála við hina sem eru að spila. But that can go really, really bad. En það and wrong. getur farið illa. Because everyone has their own secret agendas. Af því að það eru allir með sín leyni áform. And I remember one time in Brazil that I was playing with 3 brothers. Og einu sinni í Brasilíu var ég að spila við 3 bræður. Two guys and 1 girl. They were siblings. Sískinni, þau voru 2 bræður og 1 systir. And I remember the 3 of them made an alliance to attack me. Og þau 3 mynduðu svona sáttmála við hvort annað til að ráðast á mig. Oh man, I was so mad. Og ég var svo reiður. It was so unfair. All of them, the brothers, attacking me, making an alliance to attack me. Þetta var svo ósanngjarnt að þau voru búin að gera sáttmála sína milli til að ráðast á mig. But in the middle of the game, En þegar að leikurinn var hálfnaður, one of the brothers þá kom einn bróðurinn betrayed the alliance og sveik sáttmálan and turned to my side. og fór yfir til mín. And the older brother was really, really, really mad. Og eldri bróðurinn var svo reiður. Mad at some point, he punched the board game. Every piece went out in the air, and we had to finish the game because he was so mad. He felt betrayed by his own sister. Já, hann var svo reiður að hann réðst á borðspilið og hentið út allt. So that's life. En svona lífið. And the Bible is full of these stories. Biblían full af svona sögum. Even we can see alliances, military alliances in the Bible. Þó svo við sjáum þessi sáttmála í Biblíunni. I was reading this week, I didn't remember that. Ég var búin að gleyma því, en ég sá í vikunni That at some point, David made an alliance with the Philistines að Davíð var búin að gera sáttmála við Filistea and lived among them. og bjó meðal That's þeirra. crazy. Það finnst mér alveg brjálað. So, the base text for today is Jeremiah 31, verse 31 to 34. Þannig að textin sem við erum að vinna út frá hér í dag But- Jeremía 31-34. But before I read that, En áður en ég fer þangað, I have to tell you why I chose this text. þá ég segi ykkur af hverju ég valdi þennan texta.
Among all of those texts that's covering and saying about covenant in the Bible, why this specifically? Varandi alla þessar sáttmála í Biblíunni, akkur valdi ég akkurat þennan text? So I got 3 reasons. Það eru 3 ástæður fyrir því. The first reason, Fyrsta ástæða, because this is the only place in the entire Old Testament þetta er eini staðurinn í öllu gamla testamentinu, where the expression new covenant appears. þar sem að birtist þetta orð nýr sáttmáli. Second reason, Önnur ástæða, because Jesus used the same expression in the New Testament. því að Jesús notaði nákvæmlega sömu orð í Nýja testamentinu. During the Lord's Supper, you can check on Luke 22, verse 20 later. Þið getur farið í Lúkas 22 og séð þar sem hann notar þessi orð þegar að þeir eru að borða síðustu kvöldmáltíðina. And a third reason, Og þriðja ástæðan er, because a lot of people þegar mikið af fólki still don't understand what new covenant truly means. Mikið af fólki skilur ekki hver þessi nýji sáttmáli hvað hann merkir. Because they don't know what a covenant is in the first place. Vegna þess að þau veit ekki hvað sáttmáli er. And if we don't know what a covenant or a new covenant means, Ef við vitum ekki hvað sáttmáli er eða nýr sáttmáli er, it will have serious implications in our lives here and now. það getur orðið bara mjög flókið fyrir okkur. Because if we don't understand what a covenant is, Af því ef við skiljum ekki hvað sáttmáli er, we will be living around here in unnecessarily painful ways, þá munum við jafnvel lifa lífinu á mjög sársaukafullan hátt carrying burdens that we didn't need to carry. og bera byrðar sem við þurfum ekkert að bera. So let's go. Open your Bibles, Skulum opna Biblíun okkar your Bible apps, whatever, in Jeremiah 31, verses 31 to 34. Förum við Jeremía 31, 31-34. The days are surely coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Sjá, þeir dagar munu koma, segir Drottinn, að ég mun gera nýjan sáttmála við Ísraels hús og Júdahús. It will not be like the covenant that I made with the ancestors when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, a covenant that they broke, though I was their husband, says the Lord. Ekki eins og þann sáttmála er ég gjörði við feður þeirra, þá er ég tók í hönd þeirra til þess að leiða það út af Egyptalandi, sáttmálan sem þeir hafa rofið, þótt ég væri herra þeirra, segir Drottinn. But this is the covenant that I will make with the house of Israel for those days, say the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. En í þessu skal sáttmáli fólkin vera. Sá er ég gjöri við Ísraels hús eftir þetta, segir Drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita það á hjörtu þeirra, og ég skal vera þeirra Guð og þeir skulu vera mín þjóð. And no longer shall they teach one another or say to each other, know the Lord, for they shall all know me, for the least of them to the greatest, says the Lord, for I will forgive their iniquity and remember their sin no more. Og þeir skulu ekki framar kenna hver öðrum, né einn bróðurinn öðrum, og segja, lærið að þakkja Drottinn, því að þeir munu allir þakkja mig, bæði smáir og stórir, segir Drottinn, því að ég mun fyrirgefa misgjörð þeirra og ekki framar minnast syndar þeirra. Okay, so the Hebrew word for covenant is berit. Hebreska orðið fyrir sáttmála er orðið berit. And do you know what berit means? Vitið þið hvað það þýðir? And among other things, berit means to bind, to tie, Að binda þér það. to be chained together. Að vera bundnir saman með keðjum. So let's give you a simple definition. Ég skal gefa ykkur einfaldan útskýringu á þessu. So, berit or covenant Þetta orð benit eða sáttmáli is a bond, eru tengsl, is a committed relationship, samband sem maður hefur gefist a sacred agreement that ties people together. helgur samningur sem að bindur fólk saman. Again, a covenant is not just a contract.
Þetta er ekki beint samningur sem fólk gerir It's just not a list of rules. og þetta er ekki heldur einhver listi yfir reglur. It is a relationship built on commitment. Þetta er samband sem er byggt á því að maður gefst, ef maður er svona, ég veit ekki hvernig að segja, commitment. Hvernig segir maður það? Commitment. So covenant means commitment, responsibility. Já, skuldbinding. So covenant means commitment, responsibility, loyalty, Skuldbinding og að það vera trúfastur belonging, and especially for today, relationship. og sérstaklega var þetta það einhvers konar samband milli fólks. So for us to understand what a covenant and its nuances are, Svo þið skiljið hvað sáttmáli er og hvað það snýst we have to find out how the covenants were in the ancient world. Hvernig virkuðu þessir sáttmálar í hinum forna heimi? So basically, a covenant made by two people was called a sovereign vessel treaty. Þegar það var gerður samningur á milli, between what did you say? Between people? Yeah, between people, kingdoms, Já, þegar kings. fólk gerði svona sáttmála milli hvers annars eða konungdæmi við annað konungdæmi, þá var það kallað þetta samningur, ég veit ekki alveg hvernig það til þetta. I cannot No translate. problem. So let me explain the most typical steps of how to make a covenant. Og nú skulum fara í mikilvægustu skrefin sem maður þarf að taka til þess að búa til sáttmála. So try to imagine that I'm a powerful king, Ímyndið ykkur að ég sé konungur, mjög voldugur, and you are a random villager from a village nowhere. þið eru bara úr ykkur þorpi. And I came to you proposing a deal, a covenant, an alliance. Ég kæmi til ykkar og myndi bjóða ykkur upp á einhvers konar sáttmála. So the first part is the preamble. Þannig að fyrsti hluturinn er þetta, preambul. This is the part of the authority introduces himself. Þetta er hlutinn þar sem að hinn voldugi kemur og kynnir sig fyrir þeim sem að hann er að bjóða upp á sáttmálan. Well, I'm Gustavo, King Gustavo. Ég er Gustavo, konungur. I'm the king of the seven kingdoms here. Ég er konungur sjö konungsdæmanna hér. I conquered this and that. Ég er búin að sigra þennan, þennan og þennan. I have an army like huge and so on. You Og understand? ég er með stóran her og svo framvegis. So the second one is the historical prologue. Og svo kemur annað skrefið og það er sagnfræðileg frásögn. The one who is approaching Sá sem kemur og er með þetta tilboð reminds the other party what he has done for them already. minnir fólkið á hvað hann hefur gert. So remember the time when your lamb got strayed Munið þegar þið týndu lambin ykkar and I rescued for you og ég bjargaði því fyrir ykkur. and keep it on and on and on. Like I did something to you, do you remember? That's the historical prologue. Munið hvað ég gerði fyrir ykkur, þetta og þetta og þetta. Þetta er hérna skref nr. 2. And then there were the stipulations. Og svo þarna þriðja skrefið It's like the terms, the laws of the relationship. og þarna koma sem sagt ákvæðin í þessum sáttmála. So it's like, okay, so if you give me your cattle, Ef þið gefið mér kýrnar ykkar eða nautgripin ykkar, a third part of all of your harvesting, þriðja hluta af allri uppskjörunni, I'll give you protection, þá skal ég vernda I'll give you ykkur, an army, ég skal láta ykkur fá her and so on. og svo framvegis. It's a set of laws. Þetta eru bara viss lög sem eru samin. And after the reading of all the stipulations and the laws, Þannig að þegar búið að lesa allir þessi ákvæði og allir þessi lög, there are the blessings and curses. þá er fjórðaskrefið þar sem að koma blessanir og bölvanir. That are the consequences of the obedience or the disobedience. Og þarna eru afleiðingarnar af því að vera hlýðin eða ekki hlýðin, eða óhlýðin. So if you agree to seek my protection Þannig að ef þið samþykkið að þiggja mína vernd and you obey all these terms, og farið eftir öllum þessum reglum, I will protect you. þá mun ég vernda ykkur. Or if you don't, Eða ef þið farið ekki eftir, I'll kill you. þá mun ég bara drepa ykkur.
how it was done. Svoleiðis var þetta gert. There were witnesses Oh. during this part. Þá voru alltaf einhver vitni að þessum gjörningi. That someone or something who watches over the agreement. Það sem að einhver var að fylgjast með hvernig sáttmálinn var gerður. And there were that demanding for public reading and instructions. Og þarna voru leiðbeiningar hvernig ætti að lesa þetta fyrir almenningi. So the covenant must be remembered, read, kept alive. Þannig að þessi sáttmáli þurfti að vera lesin og oft þannig að hann myndi bara alltaf halda. And the last part was the ratification of the covenant. Right there, seal the deal. Og þarna kemur að því að þessum sáttmála svona innsiklaður. Usually through the death of an animal. Og yfirleitt var einhverju dýri fórnað. A symbol of how serious was that alliance. Og það merkti það hversu alvarlegur þessi sáttmáli var. So you can see, I'm not talking about right now about it, Ég ekki að tala þetta núna, but you can see the biblical parallels in Exodus 20, for example. en að þið getið séð að í annarri Mósebók hliðstæður af þessu. If you go to Exodus 20, Ef þið farið í 20. kafla annar Mósebókar, it's when the Lord made the covenant with the people of Israel. þá þegar að drottinn gerði sáttmála við Ísraelsmenn. And he starts with the preamble like, I am the Lord your God. Og hann byrjar á inngangi, ég drottinn Guði þér. And God continues with the historical prologue, who brought you out of Egypt. Og Guð heldur áfram og byrjar á skrefi 2 með sagnfræðinni og segir, ég sá sem að leiddi ykkur út af Egyptalandi. And God gave them stipulations there, the 10 commandments. Og Guð gaf þeim líka lög, það að segja boðurinn 10. And there's a list of blessings and curses that you can see in Leviticus 26 or Deuteronomy 30. Og svo getið þið líka séð blessinir og bölvanir í I'm sorry, Deuteronomy 28. í 5. Mósebók 28 og Levítikus líka. Leviticus 26 and Deuteronomy 28. Já, 28. kafla 5. Mósebókar og 3. Mósebók 26. And in Deuteronomy 30, Og ef við förum í 30. kafla 5. Mósebókar, Lord is calling heaven and earth as witnesses. þá kallar drottinn himinn og jörð sem vitni. In Deuteronomy 31, Ef við förum í 31. kafla 5. Mósebókar, God ordains that the reading must be taken at every 7 years. og hann segir að það eigi alltaf að lesa þennan sáttmála á 7 ára fresti. And what was the ratification? The seal the deal with the people of Israel. Hvað gerðu þeir til þess að innsigla þennan sáttmála? The death of a lamb. Og það var lamb sem var slátrað. So the really interesting part for me here, Nú, það sem ég finnst svo áhugavert hér God is using the real cultural form Guð að nota þessa menningarhefð of covenants of that time. hvernig sáttmáli var búinn til á þessum tímum. God is not reinventing something new. Hann ekki að búa til eitthvað nýtt. He's adapting and using a model that was already used. Hann að aðlaga eitthvað sem var verið að nota að því sem hann að gera. Because the covenant happens within history. Vegna þess að sáttmáli gerist í sagnfræðilegu samhengi. In concrete and real events. Í alvöru atburðum. But differently from the people of that time, En ólíkt fólkinu á þessum tíma, God does something revolutionary and different. þá gerir Guð eitthvað stórkostlegt og allt öðruvísi. In all ancient religions, Í öllum forn trúarbrögðum, humans tried to bind the gods. að þá reynir fólk að einhvers konar Bind the gods. binda Guðina. Yeah. Making promises, making sacrifices. Fólk lofar Guðunum sínum, fólk fórnar ýmsu, Trying anything to Right. get God's
attention. og reyna hvað sem til þess að Guð hlusti á það. Even sacrificing their own children for their God's attention's sake. Jafnvel að fórna börnunum sínum svo að Guðinn taki eftir þeim. Remember the story of Elijah at the Mount Carmel? Munið eftir sögunum Elía á Karmelfjalli? Remember Baal's prophets? Munið eftir spámunum Baals? Screaming, shouting, even hurting themselves. Öskrandi og jafnvel að særa sig. Trying to get any bit of attention and care of their God. Fá einhverja athygli frá Guðinum sínum. But in the Bible, En í Biblíunni, something shocking happens. þá gerist eitthvað mjög óvenlegt. God is the one who chooses to make a covenant with us. Það Guð sem ákveður að gera sáttmála með okkur. And not the other way around. Ekki einmitt öfugt. It's God that takes the initiative. Guð sá sem að sýnir frumkvæðið. He is the one who is after us. Það hann sem að leita okkar. He is the first and only God in ancient world Hann fyrsti og eini Guðinn í hinu forna heimi who says, I will commit myself to you. að ég ætla til enga mig þér. I will take the responsibility for this relationship. Ég ætla að bera ábyrgð á þessu sambandi milli okkar And I will walk with you. og ég mun ganga með ykkur. In other words, Með öðrum orðum, God is saying, Guð að segja, I will tie myself to you, mankind. ég ætla að binda mig við mannkynið. This makes the biblical covenant unique. Þetta gerði þennan biblíusáttmála mjög einstakan. Now, no other ancient deity behaves like this. Engin guðleg vera hagar sér svona í hinu forna heimi. The Bible is not the story of the man's or mankind's search for God. Biblían ekki saga mannin sem leitar Guðs. But is of God's search for man. Heldur það Guð sem leitar mannsins. And that's beautiful. Það fallegt. And the covenant, when you see, is progressive. Og þegar þið sjáið, skoðu þetta nánar, þá sáttmálinn, það svona framþróun í sáttmálanum. In my next sermons, you're going to see it. Og þið munu sjá það í næstu ræðum sem ég fer með hérna. I will begin with the creation. Ég mun hefja á sköpuninni. And sometime we will finish in the book of Revelation. Og svo á einhverjum tímapunktum munum við ljúka í Åpenbararbókinni. And you see that, like this tree over here, Þið sjá þetta tré hérna. it starts a little, Það byrjar smátt, but it grows, en svo vex það and it unfolds. og svo stækkar það. And we're going to see more and more details adding throughout the scripture. Og svo sjáið þið alls konar smáatriði sem bætast við sem eftir því sem fer gegnum Biblíuna. And like this tree, it has its roots, Og eins og þetta tré, þá þetta með rætur. who gets deeper Þetta verður dýpra and more complex. og flóknara. And then we'll see until we arrive in the New Testament and Christ establishing the new covenant. Og svo komum við yfir í Nýja testamenti þar sem að Jesús staðfestir eða stofna nýja sáttmálan. And then, and only then, Og aðeins þá, we can picture the whole thing. þá getum við séð stóru myndina. Not because the covenant is incomplete or has flaws, Ekki af því að sáttmálinn sé ekki alveg í lagi eða sé eitthvað að honum, but because God's covenant, it's not only a relationship. en það vegna þess að sáttmáli Guðs ekki bara samband við eitthvað. God's covenant is grace. Sáttmáli Guðs náð. Because, you know, humans can Vegna þess að mennirnir geta and they will be very selfish and self-centered. og munu vera og geta verið mjög eigingjarnir og sjálfselskir. In human alliances and covenants, Þegar að menn gera sáttmála milli sín, breaking the covenant means death, það að brjóta sáttmálan þýðir dauði end of relationship, og þá lýkur sambandinu no return.
og ekki hægt að snúa tilbaka. But in God's covenant, En í sáttmála Guðs, even when Israel breaks the agreement time after time, time and time again, þrátt fyrir að Ísraelsmenn hafi brotið sáttmálan aftur og aftur, God always opens a way back. þá opnar Guð alltaf leið tilbaka aftur. He restructures the covenant. Og þá byrjar hann að byggja upp nýjan sáttmála. He renews, add more elements, Endur nýjar, bætir inn einhverju nýju, not for his own benefit, ekki af því að það hagnist honum eitthvað, but for our own benefit. heldur vegna þess að það hagnast okkur. In Deuteronomy 30 says, return to the Lord and he will restore you. Og í 5. Mósebók 30. kafla þá stendur snúið til Guðs og hann mun bjarga ykkur. No ancient culture has that. Það engin forn menning sem hefur þetta. Only God of Israel has that. Aðeins Guð Ísraels með svona. Our God. Guðin okkar. God is not distant. Guð ekki langt í burtu frá okkur. God chooses relationship with us. Guð velur að vera í samskiptum við okkur. God chose to bind himself to us. Guð velur að bindast okkur. In other words, the foundation of the Bible in the context of the covenant Þannig að skilgreining biblíunar í tengslum við sáttmálan it's not law, ekki lögmál it's not ritual, eða einhvers konar it's not religion. ekki trú. The foundation is God's decision to belong to his people. Og grundvöllurinn að Guð, hann vill tilheyra sínu fólki. Before God gives commands, Áður en Guð gefur einhvers konar boðorð, before God asks for obedience, áður en Guð biður hlýðni, before he demands faithfulness, áður en hann fer fram og við séum trúföst, he commits himself. þá helgar hann sig He ties himself to humanity. mönnunum, hann tengist mönnunum. Covenant reveals the heart of God, Og sáttmálinn birtir hjarta Guðs. a God who moves toward humanity, Það Guð sem að færist nær mönnunum who takes the responsibility for the relationship, og ber ábyrgð á þessu sambandi. and who remains faithful across all generations. Og alltaf trúfestur í gegnum allar kynslóðir. A God in search of the mankind. Guð sem að leita mannsins. So, what I'm saying for you this morning Það sem ég að is segja hér í dag to stop relating God as a contract. excuse me, Stop relating to God as a contract. ekki tengja Guð eins og það sé einhver samningur. Stop asking, what must I do so God accepts me? Og ekki hugsa hvað þarf ég að gera svo Guð taki við mér. Begin your relationship with God as a covenant. Byrjaðu, tengdu þig Guði eins og þetta væri sáttmáli. Start asking, Byrjaðu að spyrja, am I willing to live in a committed relationship with Him? vil ég vera í sambandi við hann? God is not asking you to sign a religious agreement. Guð ekki að biðja að skrifa undir einhvers konar trúarlegan samning. He has invited you to a relationship. Hann að bjóða þér til sambands við hann. So if you have been keeping God at a safe distance lately, Ef þið eru búin að halda Guð í nokkurri fjarlægð frá ykkur, this is the moment to start to get closer to God. þá þetta stundin sem við getum komið og verið nær Guði. Not because you are strong, Ekki að þið eru sterk, but because He has chosen to bind Himself to you. heldur út af því að hann búin að taka ákvörðun að bindast ykkur. In Jesus' name I pray. Amen. Ég biði í Jesú nafni. Amen. Við þakkum Gustavo fyrir þessu ræðu og ætlum að halda áfram með því að syngja lokalagið. Skulum standa upp öll sömul og syngja 304.
Við ætlum að halda áfram að standa því Gustavo ætlar að fara með blessuna orðin fyrir okkur. Takk fyrir. May the Lord bless you and protect you. Drottin blessi þig og varveiti þig. May the Lord smile on you and be gracious to you. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. And may the Lord show you his favor and give you his peace. Drottin upplifti sínu auglit yfir þig og gefi þér frið. Amen. Amen.